Veröld sem var 13. kafli enn út í lönd. Árin 1919, 1920 og 1921, þrjú erfiðustu eftirstríðsárin í Austurríki, lifði ég innilugtur í Salzburg og hafði í rauninni gefið upp alla von að sjá heiminn framar. Hrunið eftir stríðið, hatrið erlendis gegn þýskum rithöfundum og Þjóðverjum yfirleitt og gengisfallið í landinu voru svo þung áföll að maður hafði sætt sig við þá tilhugsun að vera fjötraður ævi langt á hinum þrönga bás áttakana. En nú horfði á allan hátt betur. Maður hafði nú aftur nóg að bíta og brenna og gat stundað ritstörfin í næði. Engu var rænt og ekki kom til neinnar stjórnarbyltingar. Maður hafði sloppið lífs og fann fjörið lifna. Hví þá ekki að endurlifa unaðsamdir æsku árana og hleypa heimdraganum. Langferðir var ekki að ræða svo stöddu, en Ítalía var skammt undan, þangað var ekki nema 8 eða 9 stunda ferð. Var á það hættandi? Þar fyrir handan vorum við austurríkismenn kallaðir erfðafjendur, þótt aldrei hefði ég borið slíkar tilfinningar í brjósti. Yrði manni sýnd óvild, var kannski að forðast gamla vini til að stofna þeim ekki vandræði. Hvað það, ég lét kylfur á að kasti og hélt yfir landamærin 1 dag hádegisbilið. Kvöldið kom ég til við Rónu og gekk inn á gistihús. Mér var fengið eyðublað og ég innritaði mig. Dyravörðurinn las blaðið yfir og varð forviða þegar hann las í þjóðernisdálkinum orðið Austriaco. Eru þeir austurríkismaður? Spurði hann. Skyldi hann nú reka mig á dyr, hugsaði ég. Þegar ég játti því lá við að hann ræki upp fagnaðaróp. Æ, það var ánægulegt, loksins. Þetta var fyrsta kveðjan og ný staðfesting á því sem mér hafði boðið í grun í stríðinu, að allur hatursáróður og múgæsingar væru ekki annað en skammvinnur andlegur faraldur sem hefði í rauninni látið almenningi Evrópu ósnortin. Nokkru stundu síðar kom þessi ágæti dyravörður gaggjart inn til mín til að líta eftir hvort mér væri nokkurs vant. Hann hældi ítölskunni minni á hvert reipi og við tókumst innilega í hendur og skilnaði. Daginn eftir fór ég til Milano, skoðaði dómkirkjuna og reikaði listasöfnin. Það var unun að hlýða á hina hreinfögru ítölsku tungu, kannast við sig hvar sem var á strætum úti og njóta hins erlenda umhverfis eins og maður væri heima hjá sér. Á leiðminni sá ég á einu stórhýsinu áletrunina Corriere della Sera. Þá rifjaðist upp fyrir mér að hér var í fornminnu minn G.A. Borghese hátt settur í ritstjórn. Við höfðum átt saman margar fleygar kvöldstundir í Berlín og Vín ásamt þeim Kaiserling Greifa og Benno Geiger. Hann var eitt besti og skapheitasti rithöfundur Ítalíu og hafði geypileg áhrif á æskulíðin. Enda þótt hann hefði þýtt hugraunir Werthers og væri ofstækisfullur aðdáandi þýskrar heimspeki, hafði hann á styrjaldarárunum tekið eindregna afstöðu gegn Þýskalandi og staðið við hlið Mussolinis, sem hann sagði síðar skili við, í því að etja Ítölum út í stríðið. Öll stríðsárin fannst mér það einkennileg tilhugsun að vita gamlan félaga minn í hópi yfirlýstra andstæðinga og því meir langaði mig að hitta slíkan óvinn. Samt vildi ég ekki eiga þá að hættu að verða gerður afturreka. Ég skildi því eftir nafnspjald mitt og skrifaði þar hótel heimilisfangið. En ekki var ég fyrr komin niður stigan en einhver kom askvaðandi á eftir mér. Þarna var Borghese ljóslifandi komin og ljómaði í framan á gleði og eftir 5 mínútur vorum við komnir í hróka samræður eins og ekkert hefði í skorist, kannski innilegri en nokkru sinni fyrr. Hann hafði líka lært margt af stríðinu og enda þótt hvor kæmi af sinni strönd, þá fannst okkur sem við stæðum hvor öðrum nær en nokkru sinni fyrr. Allstaðar var sama sagan. Í Flórens réðst að mér á götu fornvinu minn Albert Stringa, listmálari, faðmaði mig að sér með þvílíku offorsi að kona mín sem var með mér og þekkti hann ekki, hélt að þessi ókunni skeggjaði maður væri í árásarhug. Allt var eins og áður nema hvað allar viðtökur voru ennþá hjartanlegri. Ég varp öndinni léttara. Stríðið var gleymt og grafið. Stríðinu var lokið. En þó var því ekki lokið. Við vissum bara ekki betur.
Við létum blekkjast af eigin hrekkleysi og héldum að veröldin væri jafn sáttfús og við sjálfir persónulega. En við þurftum ekki að fyrirverða okkur fyrir þessa glámskyggni því ekki skjáttlaði stjórnmálamönnum, hagfræðingum og bankamönnum minna en okkur. Þeir héldu að táldræg verðbólga væri afturbatamerki og þreytan væri fullnægja. Í rauninni hafði leikurinn borist inn á nýjan vettvang. Baráttan var ekki lengur háð milli þjóða heldur stétta. Einhvern fyrsta daginn bar fyrir mig atvik sem ég skildi ekki fyrr en seinna til fullra hlítar. Við í Austurríki vissum það eitt ítölsk stjórnmál að vonbrigðin eftir stríðið höfðu gefið kenningum sósíalista eða jafnvel bolsjevika mikinn byr undir vangi. Á múrveggi var hvarvetna skrifað klunnalegum stöfum með koli eða krít Viva Lenin. Ennfremur hafði frést að einn af leiðtokum sósíalista, Mussolini að nafni, hefði sagt skilið við flokkin í stríðinu og stofnað einhvers konar andstöðuflokk. Slík tíðindi létu menn sem vind eyrun þjóta. Hvaða mark var á svona smáflokki takandi? Klíkur af þessu tagi óðu þá uppi í öllum löndum, til dæmis í Eystrasaltlöndunum, Rínarhéruðunum og Bæjaralandi. Allstaðar fóru menn kröfugöngur og gerðu uppþot sem voru bæld niður jafn harðan. Og engum kom til hugar að þessir fasistar sem höfðu íklaðist svörtum skyrtum í staðinn fyrir Garibaldi skyrturnar myndu hafa afdrifarík áhrif á gang mála í Evrópu á komandi árum. En í Feneyjum fékk þetta innantóma orð allt í einu raunhafa merkingu í vitund minni. Ég kom síðladags frá Milano til hinnar margrómuðu borgar við lónin. Burðarkarl fyrirfannst engin néhendur gondóli, verkamenn og járnburðarþjónar hímdu verklausir með hendur í vösum eins og í mótmælaskyni. Ég var að rogast með 2 allþungar töskur og svipaðist því eftir hjálp. Ég spurði roskinn mann hvar burðarmenn væri að fá. Komu yðar, ber upp á slæman dag, svaraði hann daufur í dálkinn. En nú eru margir slíkir dagar. Nú er rétt eitt allsherjar verkfallið. Ég vissi ekki ástæðuna fyrir þessu verkfalli og spurði ekki frekar. Þetta var daglegt brauð í Austurríki. Þar beittu jafnaðarmenn allt of oft þessu bitrasta vopni sínu án þess að fylgja þó fast eftir, en það kom það þeim í koll. Ég rogaðist áfram með töskur mínar. Loksins sá ég að gondólaræðari var að gefa mér laumulega bendingu frá einu hliðarsíkinu. Hann tók við mér og hafurtaski mínu og eftir hálftíma vorum við komnir að hótelinu. Nokkrir sem við sigldum framhjá steiktu hnefan að verkfallsbrjótnum. Að gömlum sjálfsögðum vana gekk ég út á Markúsartorgið. Það var einkennilega autt og yfirgefið. Hlerar voru fyrir flestum brúðargluggum, enginn sat á veitingastöðunum en sægur verkamanna stóð í hópum í súlnagöngunum eins og þeir væru að bíða eftir einhverju sérstöku. Og allt í einu kom að því. Út úr hliðargötu gekk eða öllu heldur hljópið fót flokkur ungmenna í skipulegri fylkingu og söng lag sem ég kunni ekki textan við en vissi seinna að var fasistasöngurinn Giovinezza. Þeir sveifluðu prikum sínum og voru óðara þotnir hjá áður en múgurinn á torginu fékk ráðrúm til að neita liðsmunar. Hinn fífldjarfa ganga þessa litla skipulegða flokks var svo hvatleg að hinir voru ekki búnir að átta sig á ögruninni fyrir seinan var að hafa hendur í hári hans. Þeir þyrptu saman bálvondir og steiktu hnefana en það var of seint. Þessi litla stormsveit var gengin þeim úr greipum. Það sem fyrir augun ber hefur ævinlega mikinn sannfæringarkraft í sér fólkin. Mér skildist nú fyrst að þessi þjóðsagnakenndi fasismi sem mér var næstum ókunnur var raunveruleiki, að hann var undir óvenju góðri stjórn og ól unga einbeitta fullhuga upp í ofstæki. Eftir þetta gat ég ekki verið sammála vinum mínum í Flórens og Róm það að afgreiða þessa ungu menn með því að yppta öxlum í fyrirlitningu, kalla þá leigu því og gera gys að Frati Volo. Ég keypti af forvitni nokkur eintök af Popolo d'Italia og þegar ég komst í kynni við hinn napra stíl Mussolinis, myndríkan og gagnorðan á latneska vísu, fann ég þar sömu einbeitnina og í göngu stormsveitarinnar yfir Markúsartorgið. Auðvitað óraði mig ekki fyrir því hversu hatrömm þessi átök urðu strax ári seinna,
En frá þessari stundu var mér ljóst að til átaka mundi koma hér sem annar staðar og að okkar friður var engin fullnaðar friður. Þetta var mér fyrsta viðvörunin að bakvið þá sýndarkyrrð sem ríkti í Evrópu á yfirborðinu bærðust margir hættulegir undirstraumar. Næsta viðvörun lét ekki lengi á sér standa. Sumarið var ég gripinn útþrá að nýju og afréð að halda vesturabóginn til Þýskalands. Fyrir Austurríkismann var þá uppörfun að koma til Þýskalands. Ríkismarkið hafði staðið sem með prýði samanborið við okkar verðföllu krónu og endurreisnin virtist á góðum vegi. Lestir voru stundvísar, gistihúsin hrein og snyrtileg og meðfram brautinni á báðar hendur voru hvarvetna risin ný hús og nýjar versmiðjur. Á öllu var þessi kyrrláta fullkomna regla sem maður hafði megnustu óbeit á fyrir stríðið en lærði aftur að meta seinna þegar allt gekk úr skorðum. Að vísu lá í loftinu töluverð eftirvænting. Í Genúa og Rapallo sátu nú Þjóðverjar í fyrsta sinn við samningaborðið sem jafningjar fyrri óvina sinna og allur landslýður beið í vonum einhvern létti stríðsbyrðana eða að minnstakosti veikan vott sáttfýsi. Sá sem stóð fyrir þessum samningatilraunum sem eru harla minnisverðar í sögu Evrópu var engin annar en aldavinur minn, Rathenau. Frábær skipulagsgáfa hans hafði sannast í stríðinu svo ekki varðum vilst. Strax í upphafi hafði hann komið á veikasta hlekkin í hagkerfi Þjóðverja, hráefnaskortin, sem síðar var þeim að falli. Þegar mest reið á hafði hann endurskipulagt þjóðarbúskap þeirra frá grunni. Að stríði loknu þegar þurfti á manni að halda sem var í jafnóki hinna slingustu og reyndustu meðalandstæðingana og tefla mátti fram á alþjóðavettvangi sem utanríkisráðherra Þýskalands varð hann auðvitað fyrir valinu. Með hálfum huga hringdi ég til hans í Berlín. Hví skildi ónáða mann sem var önnum kafinn að skapa samtíðinni örlög? Já, það er erfitt, sagði hann við mig í síman. Maður verður jafnvel að fórna vináttunni fyrir embættis annirnar. En af sinni afburðalagni að þrautnýta hverja stund sá hann okkur færi að hittast. Hann þurfti að leggja inn nafnspjald sitt hjá ýmsum sendisveitum og varð í því skyni að fara í hálftíma bílferð. Hvað þann einfaldast að ég kemi til sín í Grunewald og við spjöllum saman í bílnum þennan hálftíma. Í sannleika sagt var honum létt að einbeita sér og skipta umræðuefni, að honum varð engin skotaskuld úr að tala af sömu glöggskyggni og djúpsægi inn í bíl eða brautarvagni og heima í stofu sinni. Ég vildi ekki verða af þessu tækifæri, enda hygg ég að honum hafi einnig verið léttir að opna hug sinn fyrir manni sem var ópólitískur og bundinn honum margra ára vináttuböndum. Við áttum tal saman og get ég borið það að Rathenau, sem var engan veginn sneiddur hégómadýrð, hafði alls ekki tekið við þýska utanríkisráðherra embættinu með ljúfu geði, hvað þá óðfús og uppbægur. Hann vissi fyrir að vandinn var óleysandi í bráð. Í skástafalli fengjust einhverjar marklitlar tilslaganir en ótímabært væri að vonast eftir raunverulegum friði né ætlast til veglindis og sáttvísi. Kannski eftir 10 ár, sagði hann, og því aðeins að hinum vegni illa, ekki síður en okkur. Fyrst verður að svipta eldri kynslóðina áhrifum á milliríkjamál og hersöðingarnir að verða dumbar styttur á torgum. Hún var ljóst að hann bar tvöfalda ábyrgð vegna þess að hann var gyðingur. Sjaldan hygg ég að nokkur hafi ráðist jafn tvílráður í slíkan vanda sem augljóst var að tíminn einn gat leyst. Hann sá líka glöggt hvílíka hættu hann stofnaði sér í persónulega. Eftir morðið á Erzberger sem hafði tekið á sig þá vanþakklátu skyldu að semja vopnahlé, eftir að Ludendorff hafði laumast úr landi, fór hann varla í grafgötur að svipuð örlög gátu beðið hans sjálfs meðan hann gekkst fyrir sættum. En þar sem hann var ókvæntur og barnlaus og í rauninni mjög einmana maður, taldi hann sig ekki mega skorast undan hættunni og ég hafði ekki heldur einurð til að hvetja hann til varkárni. Það nú söguleg staðreind að Rathenau hélt eins frábærlega á málum í Rapallo og aðstæður framast leyfðu. Aldrei sannaðist glæsilegar snilli hans í því að nýta hvert tækifæri sem gafst, né heldur heimsbragur hans og persónulegur virðuleiki.
en í landinu hafði þeim flokkum vaxið ásmegin sem byggðu allar fylgisvonir sínar á því að fullvissa hina sigruðu þýsku þjóðum að hún væri í rauninni alls ekki sigruð og því var í öll málamiðlun og eftirgjöf hrein og bein föðurlandssvik. Og þessi leynisamtök sem voru gagnsýrð af kynvillu reyndust orðin mun öflugri en leiðtogar lýðveldisins hugðu, en í nafni frelsisins gáfu þeir öllum lausan taum sem vildu allt frelsi feikt í Þýskalandi. Ég hvatti hann fyrir framar ráðuneytið, grunlaus að ég væri að kveðja hann í hinsta sinn. Síðar sá ég á ljósmyndum að gatan sem við ókum eftir var einmitt sú morðingjarnir völdu sér þegar þeir gerðu honum fyrirsátt stuttu seinna. Eiginlega var það rein hending að ég varð ekki sjónarvottur að þessum sögulega og afdrifaríka atburði. Ég gat því sett mér enn skýrar fyrir sjónir þennan harmleik sem var upphafað ógæfu Þýskalands og allrar Evrópu. Samdægurs var ég komin út að Norðursjó. Mörg hundruð gesta nutu lífsins á baðströndinni. Eins og daginn sem morðið á Frans Ferdinand var kunngert var hljómsveit að leika fyrir áhyggjulausa sumargesti þegar blaðasalarnir flykktust inn á gangstéttina eins og sveimur hvítra sjófugla. Valter raten á myrtur. Skelfingin sem kom yfir menn fór eins og eldur í sínu landið. Í sama vetfangi fór ríkismarkið að hrapa og linnti ekki fyrr en farið var að telja peningana svimandi hátölum, milljónum og billjónum. Nú hófst fyrir alvöru hinn villta gandreið verðbólgunar og samanborið við hana var dýrtíðin hjá okkur í Austurríki lítilfjörlegur barnaleikur, fyrir hlutföllin urðu þar ekki nema 1/15.000. Til að lýsa henni í einstökum atriðum þyrfti heila bók og sú bók myndi verka eins og þjóðsaga á nútímamenn. Ég man einstaka daga þegar Morgunblaðið kostaði 50.000 mörk en Kvöldblaðið 100.000. Þeir sem þurftu að víxla útlendum peningum urðu að gera það eftir hendinni því 4:00 hafði andvirðið margfaldast frá 3:00 og 5:00 var það enn orðið margfalt á við það sem fékkst stundu fyrr. Til dæmis sendi ég forleggjara mínum handrit sem ég hafði unnið að í heilt ár og í öryggiskyni mæltist ég til að fá 10.000 eintök greidd fyrirfram. En þegar ég innleisti ávísunina samsvaraði fjárhæðin varla burðargjaldi strángans viku áður. Fargjald með strætisvagni nam milljónum marka og seðlastöflunum var ekið á vörubílum frá ríkisbankanum út í hina bankana en rúmum mánuði síðar fundust 100.000 marka seðlarnir í göturæsinu. Bettlarar höfðu fleygt þeim sem hverju öðru fánýti. Ein skóreim kostaði nú meir en skór áður. Ó nei, meira en tískuverslun með 2.000 pörum af skóm. Viðgerð á brotinni rúðu kostaði meira en allt húsið áður, ein bók meira en heil prentsmiðja með 100 véla. Fyrir $100 mátti kaupa raðir af 6 hæða húsum við Kurfürstendam, miðað við erlenda mynt kostaði verksmiðja ekki meira en hjólbörur áður. Hálfvaxnir strákar sem höfðu fundið gleymdan sápukassa á hafnarbakkanum rússuðu í bílum vikum saman og lifðu eins og greifar með því að selja 1 stykki á dag, meðan foreldrar þeirra sem höfðu verið rík voru nú ef til vill á vergangi. Vikadrengir stofnuðu banka og bröskuðu með alls konar gjaldeyri. En himinhátt yfir alla aðra gnæfði stórgróðamaðurinn Stinnes. Hann færði sér verðhrunið í nyt með því að taka stórlán og kaupa allt sem falt var, kolanámur, skip, verksmiðjur og hlutabref, hallir og óðul, í rauninni fyrir ekki neitt, því hver fjárhæð og skuld var það engu. Brátt var 4/4 Þýskalands í höndum hans. Almenningur þar í landi hefur alla tíð verið ginnkeyptur fyrir veraldargengi og var svo viðrinnislegur að hylla hann sem einhvern snilling. Atvinnuleysingar stóðu allstaðar í stórhópum og höfðu í heitingum með kaupmangara og útlendinga í lúxusbílum sem keyptu strætin í heilu lagi eins og þeir væru að fá sér eldspýtustokk. Menn sem voru rétt stautandi og gátu dregið til stafs, versluðu, bröskuðu og græddu og fannst þó undir niðri að þeir væru að blekkja sjálfa sig og væru táldregnir af ósýnilegu afli sem setti þennan skrípaleik á svið af ráðnum hug til að losa ríkið við skuldir þess og skyldur.
Ég þykist hafa nokkuð staðgóða söguþekkingu en að mínu viti hefur sagan aldrei leyst úr læðingi þvílíka brjálsemi í eins tröllaukinni mynd. Öllum verðmætum var kollvarpað, ekki aðeins hinum áþreifanlegu. Fyrirskipanir stjórnarvalda voru hafðar að spotti, venjur og siðgæði einskisvirt. Berlín gerðist nú Babýlon. Vínveitingastofur, lististaðir og knæpur þutu upp eins og gorkúlur. Það sem við höfðum séð í Austurríki var eins og óskup hógvær undanfari að þessu nornaþingi því Þjóðverjar lögðu allan sinn ofsa og gjörhygli í siðspillinguna. Eftir Kurfürstendamm spásseruðu andlitsförðuð ungmenni í lífstykkjum en þó voru piltar þessir ekki allir vændismenn að atvinnu. Sumt voru skólapiltar sem vildu vinna sér skildinga. Í rökkuðum vínkrám mátti sjá stjórnarfulltrúa og hátt setta fjármálamenn dufla blegðunarlaust við fulla sjóliða. Í Rómaborg á dögum Svetoníusar þekktust jafnvel ekki svallveislur á borði suma dansleiki í Berlín þar sem 100 karla í kvenfötum og kvenna í karlmannsfötum dönsuðu í augsýn lögreglunar lét þetta gott heita. Í hruninu greip sig eins konar sturlun, einkum meðal miðstéttarfólks sem áður hafði verið sérlega ráðsett. Jafnvel unglingsstúlkur stærðu sig af kynferðilegri ónáttúru. Skólastúlka í Berlín sem var grunuð að vera óspjölluð mær 16 ára að aldri gat varla risið undir þeirri smán. Allar vildu þær hafa frá ævintýrum að segja og var mest í mun að þau væru sem óboðslegust. Þessi taumlausa lostasemi var verst fyrir það að hún var næstum eintóm uppgerð. Í rauninni var lausungin sem fylgdi í kjölfar verðbólgunar eins og hver annar tískufaraldur. Það var auðséð að þessar ungu stúlkur sem voru komnar af heiðvirðu miðstéttarfólki hefðu heldur viljað ganga með látlausa skiptingu í hárinu en sléttan drengjakoll og tekið eplaköku með þeyttum rjóma fram yfir beist brennivín. Allstaðar var bersýnilegt að þessi ofþensla var þjóðinni óbærileg. Þetta stríðsþreytta fólk þráði framar öllu svolítið öryggi og borgaralegra líf. Og undir niðri hötuðu Þjóðverjar lýðveldið, ekki fyrir skerðingar af þessu villta frjálsræði, heldur einmitt fyrir hið gagnstæða að það slakaði of á taumunum. Hver sá sem lifði þessa myrku mánuði og ár með óhug og beiskju í brjósti hlaut að finna að snöggt afturhvarf var í nánd, hér hlaut að slá í baksaklin. En þeir sem höfðu hrakið þýsku þjóðina út í ógöngurnar stóðu brosleitir að tjaldabaki með úrið í hendinni og hlökkuðu yfir þessari óáran. Þeir sáu sína stund nálgast. Gagnbyltingaröflin tóku að fylgja sér Ludendorff, öllu frekar en Hitler, enda var hann þá óþekktur. Liðsforingjar sem sáu á bak axlaskúfunum bundust nú leynisamtökum og smáborgarar sem höfðu verið rændir sparifé sínu þokuðu sér saman í kyrrþey og tóku fúsir undir hvaða vígorð sem var ef það gaf fyrirheitum röð og reglu. Ekkert varð eins ögrlaríkt fyrir þýska lýðveldið og sú hugsunarstefna að láta óvinni þess njóta frelsisins til jafns við aðra. Því þýska þjóðin sem fólk agans vissi ekki hvað hún átti að gera við frelsið og horfði með óþreyju fram til þess að einhver kæmi og tæki það frá henni. Dagurinn þegar þýsku verðbólgunni lauk hefði getað markað aldahvörf í sögunni. Þegar hverri billjón verðlausra marka var umsvifalaust skipt fyrir eitt nýtt ríkismark var fenginn mælikvarði til að miða við. Það var eins og við mannin malt, þessi grugguga flóðalda fór nú að falla út og skóla burt öllum soranum. Vínveitingastofur og krár hurfu, allt komst í eðlilegt horf, nú gátu menn gert upp gróða og tap. Langflestir, allir þorri landsmanna, höfðu tapað. En ábyrgðin lenti ekki á mönnunum sem voru valdir að stríðinu, heldur hinum sem færðu hinar vanþakkláttu fórnir endurreisnarinnar. Menn verða að hafa það hugfast að ekkert gerði þýsku þjóðina eins bitra, heiftúðuga og ginnkeypta fyrir Hitler og verðbólgan. Þó stríðið var blóðugt, fylgdu því þó gleðistundir sigri var fagnað með klukknahljómi og lúðraþýtt. Og hjá hernaðarsinnum eins og Þjóðverjum ýttu stundarsigrar undir metnaðinn,
en hrunið fannst þeim vansæmd og auðmýking. Heil kynslóð hefur aldrei gleymt né fyrirgefið þýska lýðveldinu þessi ár, hún kaus heldur yfir sig böðlana. En allt átti það raunar langt í land. Árið 1924 virtist þetta villta ginningarspil hjá liðið eins og flögrandi hrælóg. Nú var aftur bjart af degi svo menn sáu til kennileita. Sæmilegri reglu var komið á og henni fögnuðum við sem varanlegum friði. Rétt einu sinni héldum við að nú hefði tekist að ráða niðurlögum stríðsins. Við vorum sömu ólæknandi flónin og endra nær. En þessi missýning gaf okkur samt vinnufrið, von og jafnvel öryggi í heilan áratug. Þegar við lítum yfir þennan tæpa áratug 1924 til 1933 eða frá því þýsku verðbólgunni lauk og fram að valdatöku Hitlers virðist hann hvað sem öðru líður vera hlé á hrakfallasögu þeirri sem kynslóð vor hefur lifað síðan 1914. Þar með ekki sagt að á þessum árum hafi skort viðsjár, umrót og kreppur, samanber heimskreppuna 1929, en þennan áratug virtist friðurinn tryggður í Evrópu og það eitt var mikilsvert. Þýskaland var tekið inn í þjóðabandalagið með heiðri og sóma, því voru veitt lán til efnahagslegrar viðreistnar sem varð í reyndinni dulbúin hervæðing. England afvopnaðist, Ítalía tókst af hendur gæsluvernd Austurríkis undir stjórn Mussolinis, París, Vín, Berlín, New York, Róm. Borgir sigurvegara, jafnt og sigraðra urðu fegurri en þær höfðu nokkru sinni verið. Loftför hófu flugsamgöngur og það var slakað á vegabréfaskoðun. Gjaldeyrissveiflunum linnti, menn fóru nærri tekjur sínar og vissu hverju þeir máttu eyða. Athyglin var ekki eins rígbundin við ýmiss konar veraldar vafstur. Maður gat farið að vinna á ný, einbeita sér að starfi sínu og helga sig andlegum efnum. Það var jafnvel leyfilegt að láta sig dreyma einingu álfunnar. Eitt andartak heimssögunar, þennan áratug, virtist svo sem okkar hrjáðu kynslóð myndi enn verða auðið eðlilegra lífdaga. Í einkalífi mínu bar það til markverðast á þessum árum að óvæntur aufúsugestur tók sér bólfestu í húsi mínu, en það var skáldfræðin. Eins og gefur að skilja mér ekki sérlega ljúft að gera vinsældir bóka minna að umtalsefni og við eðlilegar aðstæður myndi ég hafa forðast að víkja að þeim einu orði sem mér geti reiknast til raupsemi eða sjálfsánægju. En af sérstökum ástæðum mér heimilt og satt að segja skylt að þegja ekki þessar staðreyndir ævisögu minnar, því að eftir valdatöku Hitlers fyrir 7 árum hefur þessi frami minn heyrt fortíðinni til. Af þeim þúsundum og raunar milljónum bóka minna sem áttu sér vísa staði í bóklöðum og á heimilum Þýskalands nú engin fáanleg framar. Þeir sem eiga eintak halda því vandlega leyndu og í almennum bókasöfnum þau læst inni í svonefndum eiturskápum, ótilkvæmar öðrum en örfáum sem fá sérstakt leyfi yfirvaldana til að nota þær í fræðilegum tilgangi, venjulega í ófrægingarskyni. Enginn þeirra lesenda minna eða vina sem voru vanir að skrifa mér hefur langa lengi þorað að rita mitt illræmda nafn utan á bréf. Og ekki nóg með það, í Frakklandi, Ítalíu og öllum undirokuðum löndum þar sem bækur mínar voru meðal hinna mest lesnu þær nú með sama hætti lýstar í bann að boði Hitlers. Sem rithöfundur ég nú, eins og Grillparzer komst að orði, maður sem fylgir sjálfum sér kvikur til grafar. Allt, eða nær allt það verk sem ég vann heiminum á 40 árum hefur þessi sami hnefi mólað. Þegar ég vík hér að frama mínum, þá á ég ekki við neitt sem ég á lengur, heldur það sem ég átti fyrrum, eins og hús mitt og heimili, sjálfstraust mitt, frelsi og fordómaleysi. Ef ég reyndi ekki að gera mönnum ljóst hve hátt ég var komin, gæti ég ekki sett þeim fyrir sjónir til hvílíks falls mér var hrundið ásamt ótal mörgum öðrum, jafn saklausum, né sýnt fram á þá eindama natni sem lögð var í að uppræta höfundakynslóð vora eins og hún lagði sig. Satt að segja veit ég ekki önnur dæmi slíks í sögunni. Skáldfræðin tók ekki hús á mér óforvarandis, hún kom með hægð og varfærni,
en var hjá mér kyrrt staðföst og trú fram til þeirra stundar Hitler rak hana frá mér með ofbeldisfullu valdboði. Ár frá ári lét hún æ meira að sér kveða. Bókin sem ég gaf út næst á eftir Jeremíasi, fyrsta bindið af höfuðsmiðum að heimsins, 3 meistarar, ruddi mér brautina. Expressionistar, aktivistar og aðrir tilraunamenn höfðu lifað sitt fegursta, nú áttu þeir sem sýndu biðlund og staðfestu aftur greiða leið til fólksins. Smásögur mínar Amok og bréf frá ókunnri konu nutu meiri vinsalda en títt var ekki lengri sögur. Þeim var snúið í leikrit, lesnar opinberlega og kvikmyndaðar. Smáhver undir örlagastjörnum sem var lesið í öllum skólum náði á skömmum tíma 250.000 eintaka upplægi hjá Insel útgáfunni. Á fáum árum hafði ég eignast það sem ég tel höfundi verðmætast á framabrautinni, en það var tryggur lesendahópur sem beið eftir hverri nýrri bók og keypti hana og bar traust til mín sem ég mátti ekki bregðast. Með tímanum var þessi hópur æ fjölmennari. Af hverri bókminni sem út var gefin í Þýskalandi seldust 20.000 eintök á fyrsta degi áður en nokkur auglýsing hafði birst í blöðunum. Stundum reyndi ég markvíst að halda hillinni í skefjum en hún var mér ótrúlega fylgispök. Ég skrifaði mér til gamans ævisögu Fouchés. Þegar ég sendi hana útgefanda skrifaði hann mér og sagðist myndu láta prenta 10.000 eintök strax. Ég sárbændi hann undir eins að láta ekki prenta svona mikið af þessari bók, bar því við að Fouché væri óviðfelldin persóna, kvennamál kemur hvergi við sögu í bókinni og fráleitt að hún drægi að sér stóran hóp lesenda. Hann skildi ekki láta prenta nema 5.000 að sinni. Ári seinna höfðu selst 50.000 eintök í Þýskalandi, sjálfu Þýskalandi þar sem enginn má framar lesa línu eftir mig. Svipað fór endursamning mína á Volpone sem ég hafði eiginlega óheilbrigt vanmat á. Ég ætlaði mér að endursemja hann í ljóðum og skrifaði í Marseille á 9 dögum lausleg efnisdrög í óbundnu máli. Þessar mundir vildi svo til að hirðleikhúsið í Dresden spurðist fyrir hvað ég hefði á prjónunum. Ég taldi mig hafa skyldur við þetta leikhús af því að það hefði orðið fyrst til að sýna frumsmíð mína Tersites. Ég sendi þeim því ágripið og baðst velvirðingar á því að ég skyldi láta þeim í té frumdrög að verki sem væri fyrirhugað í bundnu máli. En leikhúsið sendi mér símskeyti hæl að ég mætti umfram allt engu breyta og svo varð raunin á að í þessari mynd hefur leikritið verið sett á sviðum víða veröld. Það var sama hvað ég tók fyrir á þessum árum, lánið lék við mig og hinn sívaxandi hópur þýskra lesenda var mér trúr. Sem höfundur ævisagna og ritgerða hef ég alltaf talið mér skylt að grafast fyrir orsakir þess að sumir menn og verk þeirra hafa djúp áhrif á samtíðina en aðrir engin. Þegar tóm hefur gefist til íhugunar hef ég þar af leiðandi ekki geta varist því að spyrja sjálfa mig hvaða sérkenni bóka minna lægju til grundvallar þeirri óvæntu hilli sem þær nutu. Loka niðurstaða mín var sú að orsökin væri persónulegur breiskleiki, nefnilega sá að ég ákaflega bráðlátur og skapríkur lesandi. Allar málalengingar, íburður og óljós tilfinningamærð, allt sem til trafala í skáldverki, ævisögu eða ritgerð eitur í mínum beinum. Sú bók ein veitir mér fullkomin unað sem heldur sínu risi síðu fyrir síðu og hrífur mig svo að ég les til enda með öndina í hálsinum. 9 af hverjum 10 bókum sem mér hafa borist í hendur finnst mér teygja lopanum of með óþörfum lýsingum, innantómum samtölum og þarflausum aukapersonum sem slæfa stígandi þeirra og áhrifamagn. Jafnvel í frægustu meistaraverkum klassískra bókmennta þvælast fyrir mér of margir tyrfnir og silalegir kaflar. Oft hef ég lagt fyrir útgefendur þá djörfu hugmynd að gefa út yfirlitsflokk allar heimsbókmyndirnar, allt frá Hómer, Balzac og Dostojevskí fram til Töfrafjallsins, þar sem fellt væri gaumgjafilega niður allt sem ofaukið í hverri bók. Þá mundu þessi verk sem tvímælalaust sígildað efni fagna nýju lífi í samtíð okkar.
Þessi óbeit mín á allri mærð og langyrðum var ekki aðeins bundin verkum annara, hún leiddi til sérstakrar árvekni þegar mín eigin verk áttu í hlut. Venjulega vinn ég í byrjun fyrirhafnarlítið og greitt, í fyrstu gerð læt ég pennan leika lausum hala og segi alltaf létta. Sé ég að skrifa ævisögu, nota ég alla hugsanlega smámuni sem mér eru tiltækir sem heimildir. Þegar ég var að skrifa ævisögu Maríu Antoinettu fór ég í gegnum hvern einasta reikning til að komast eftir einkaeðslu hennar. Ég pældi í gegnum bæklinga og málskjöl frá þessum tíma orð fyrir orð. En í prentuðu bókinni stendur ekki eftir ein lína af þessu, því þegar ég hef nokkurn veginn lokið við að hreinskrifa fyrstu gerð bókar hefst vinnan fyrir alvöru, samdráttur og niðurskipan efnisins, en það verk finnst mér aldrei full unnið frá einni gerð til annarar. Það fólgið í að varpa óþarfanum ósleitilega fyrir borð, þjappa verkinu saman og gera alla megin drætti þess ljósari. Margir aðrir höfundar geta ekki fengið af sér að láta ósagt neitt sem þeir vita. Þeir verða, ef svo mætti segja, hugfangnir af öllum snoturum setningum og reyna að tjá meiri breidd og dýpt en þeir búa í rauninni yfir. Mér það metnaðarmál að vita alltaf meira en ég læt uppskátt. Þessi samþjöppun og ydding endurtekin í próförk einu sinni, tvisvar eða þrisvar og endar í eins konar leik við að elta upp í setningar eða kannski aðeins orð sem eru þess eðlis að brottfelling sakar ekki hnitmiðun en eykur frásagnarhraðan. Úrfellingarnar eru mér í rauninni ánægjulegasti þáttur starfsins. Ég minnist þess að eitt sinn ég stóð einkar ánægður upp frá verkinu og kona mín hafði orð á því að mér hlyti að hafa tekist óvinni vel upp, svaraði ég stoltur. Já, mér tókst að losna við heila málsgrein og komast þannig hraðar yfir. Vera má að bókum mínum sé stundum hrósað fyrir hraðstreyma frásögn en hún sér ekki sprottin af meðfættum eldmóði eða innri funa. Hún því einu að þakka að ég geng hreint til verks að losna við alla óþarfa bláþræði úr frásögninni. Sé mér sjálfráður nokkur þáttur listarinnar, þá það listin að strika út. Því ég kvarta ekki þótt 800 síður af 1000 skrifuðum fari í bréfakörfuna, aðeins 200 verði eftir þegar búið að skilja kjarna frá hismi. Ef til yfirleitt nokkur skýring á áhrifum bóka minna, þá það strangur sjálfsægi fólginn í að velja hinn knappari form og einskorða mig við það sem skiptir megin máli. Manni eins og mér, sem hef frá því fyrsta hugsað sem Evrópumaður og alþjóðasinni, var sannarlega fagnaðarefni þegar erlendir útgefendur gáðu sig fram. Franskir, búlgarskir, armenskir, portugalskir, argentínskir, norskir, lettneskir, finnskir og kínverskir. Bráðlega varð ég að kaupa gríðarmikinn skáp undir þessar mörgu þýðingar og einn daginn las ég í skýrslu sem birt var í riti Þjóðabandalagsins í Genf, Coopération Intellectuelle, að ég væri mest þýddur allra rithöfunda heims, en eins og venjulega hélt ég að þetta væri ranghermi. Annan dag barst mér bréf frá útgefanda mínum í Rússlandi þess efnis að hann hefði hug á að efna til heildarútgáfu verka minna á rússnesku og spurði hvort ég féllist á að Maxim Gorki skrifaði formála. Hvort ég féllist á? Á skólaárunum hafði ég stólist til að lesa sögur Gorkis í kennslustundum og löngum verið unnandi hans og aðdáandi, en aldrei hafði ég ímyndað mér að hann hefði heyrt mín getið, hvað þá að hann hefði nokkuð lesið eftir mig og þó allra síst að slíkur meistari teldi sér samboðið að skrifa formála fyrir verkum mínum. Og enn einn daginn birtist heima hjá mér í Salzburg amerískur útgefandi. Hann hafði meðmælabréf upp á vasan rétt eins og slíks þyrfti við og gerði mér það tilboð að taka verk mín í heild upp á sinn eigin eik og gefa þau síðan út samfellt. Þetta var Benjamin Hubbs frá Viking Press sem síðan hefur verið mér hollvinur og ráðgjafi. Og eftir að allt var tróðið í svörð undir járnhæl Hitlers hef ég átt hjá honum hinsta griðland í heimi orðlistarinnar síðan ég misti mitt gamla andlega heimkynni í Þýskalandi og Evrópu. Hætta var á að slíkt veraldargengi ruglaði í rýminu mann eins og mig, sem var öruggari góðan ásetning sinn en eigin hæfileika og skírskotun verka sinna.
Í sjálfu sér veldur öll nafnfrægð röskun á eðlilegu jafnvægi manns. Við eðlilegar aðstæður nafn manns ekki annað né meira en einkennisborðin vindlinum, kennimark, fánýtt yfirborðsatriði sem á lítið skylt við raungildið, manninn sjálfan. En hljóti maður frægð hleypur ofvöxtur í nafn hans. Það losnar úr tengslum við mann, verður afl út af fyrir sig, sjálfgildur hlutur, verslunarvara, höfustóll sem hefur hina sterkustu gagnverkan á sálarlíf mannsins og tekur að drottna yfir honum og móta hann. Ánægðum og sérgóðum mönnum hættir þá ósjálfrátt við að leggja sjálfa sig að jöfnu við árangurinn sem þeir hafa náð. Vegtitla, staða, heiðursmerki eða jafnvel nafnfrægð ein getur stigið þeim svo til höfuðs að þeir freistist til að halda að sér beri sérstakur heiðursess í félagsskap manna, ríki eða samtíð. Þeir belgja sig ósjálfrátt upp til að ná persónulegri fyrirferð samsvarið því sem þeir hafa afrekað. En hverjum þeim sem hefur að upplægi takmarkað sjálfstraust finnst hvers konar vegsauka fylgja svo kvöð að gangast sem minnst upp við hann. Með þessu vil ég ekki gefa í skyn að ég hafi ekki unað frægðinni vel. Öðru nær, hún varð mér mikið gleðiefni en eingöngu að því snerti þau verk sem ég hafði unnið, sjálfar bækur mínar og þann skugga nafns míns sem þeim fylgdi. Það gat snortið mig djúpt ég var stattur af hendingu inni í bókabúð í Þýskalandi að sjá ungan skólasvein biðja bók mína undir örlagastjörnum og borga hana af sínum naumu vasaskildingum. Það kýtlaði hégómadýrð mína að sjá vörðinn í svefnvagninum taka við vegabréfinu með lotningarsvip eftir hann hafði litið á nafnið, eða þegar ítalskur tollþjónn var svo veglindur að neita sér skoðun á farangri mínum í þakkarskyni fyrir einhverja bók mína sem hann hafði lesið. Höfundur getur líka heillast á annan hátt af árangri sínum. Ég kom einu sinni á tilviljun til Leipzig sama daginn og útsending hófst á einni af bókum mínum. Mér fannst einkennilega mikið til að sjá hve geysilegri vinnu maður hafði orðið valdur að því með því að skrifa 300 blaðsíður á 3 eða 4 mánuðum. Verkamenn bjuggu bækurnar í geysistórum kössum, aðrir roguðust sprengmóðir með þá út í vörubíla sem fluttu þá síðan á járnbrautarvagna stemdu í allar höfuðáttir. Stúlkur í tugatali röðuðu örkunum í prentsmiðjunni, setjarar, bókbindarar, afgreiðslumenn og umboðsmenn unnu myrkrana milli. Það var auðreiknað að væri þessum bókum raðað eins og stéttarsteinum mætti leggja úr þeim álitlegt stræti. Ég hef aldrei verið svo stærilátur að forsmá efnislegu hliðina. Þegar ég var að hefja ritstörf gerðist ég aldrei svo djarfur að láta mig dreyma hagnað af bókum mínum. Ég bjóst ekki við að tekjur af þeim myndu nokkru sinni nægja mér til lífsuppeldis. Nú voru þær allt í einu farnar að gefa af sér álitlegar og síhækkandi fúlgur sem virtust myndu létta af mér öllum fjárhagsáhyggjum aldur og ævi, hver gat órað fyrir ókominni tíð. Ég gat gefið mig á vald æsku ástríðu minni að safna handritum. Margir þessara fögru og verðmætu helgidóma áttu örugt skjól og trygga vernd hjá mér. Fyrir þau tiltölulega tímabundnu verk sem ég skrifaði gat ég orðið mér úti handrit sem voru sígild að verðmæti, eiginhandarit eftir Mozart, Bach og Beethoven, Goethe og Balzac. Það væri því hlægileg uppgerð ef ég léti í veðri vaka að mér hefði staðið á sama þessa óvæntu velgengni eða verið hún á móti skapi. Ég aftur á móti hreinskilinn þegar ég segi að velgengnin hafi verið mér óblandin ánægja meðan hún snerist bækur mínar og höfundar orðstýr, en næsta hvimleið þegar hnýsni manna fór að beinast að mér persónulega. Frá því ég var kornungur maður var mín innsta þrá að verða ævinlega frjáls og óháður, og ég fann að þegar menn urðu þjóðkunnir af blaðaljósmyndum, þá beið persónufrelsi þeirra alvarlega hnekki. Auk þess vofði svo hætta yfir að það sem í fyrstu var hneigð, tæki á sig mynd atvinnu eða jafnvel kaupsýslu. Með hverjum pósti kom dyngja af bréfum, tilboðum, áskorunum og fyrirspurnum sem kröfðust svars. Ef ég var mánuð í burtu, þá fóru 2 eða 3 dagar í að grinna á sirpunni og koma rekstrinum í samt lag.
Af því að bækur mínar voru útgengilegar leiddist ég gegn vilja mínum í nokkurs konar viðskipti sem útheimtu reglusemi, yfirsýn, nákvæmni og verslunarvit. Allt eru þetta mjög virðingarverða dygðir en ég er því miður ekki gæddur þeim og hætt var við að ástundun þeirra myndi koma háskalegu róti á íhuganir mínar og drauma. Því oftar sem ég var beðinn að halda fyrirlestra eða vera fulltrúi við opinber tækifæri, því meir dró ég mig í hlé. Ég hef aldrei getað komist yfir næstum sjúklega feimni við að koma fram sem persónulegur staðgengill verka minna. Þegar ég kem á mannfund, hvort heldur er hljómleika eða leiksýningu, þá finn ég mig ósjálfrátt knúinn til að setjast þar sem minnst ber á og ekki er mér verra gert en að setja mig á pall eða annan ábyrjandi stað til sýnis. Nafnleynd á öllum sviðum er mér lífsnauðsyn. Jafnvel á barnsaldri átti ég erfitt með að skilja þá höfunda og listamenn af eldri kynslóðinni sem reyndu að gera sig auðkennilega á almannafæri með því að ganga í flauelsjökkum eða með flaksandi hár eða hangandi ennistoppa eins og mínir mætu vinir Arthur Schnitzler og Hermann Bahr, eða þá með annarlegum skeggvexti og fyrirtækt í klæðaburði. Ég er sannfærður það að þegar maður verður auðkennilegur ásýndum, þá freistast hann, eins og spegilmenni það sem Werfel talar til að temja sér ákveðin stíl í fasi og glatar þar með innileik, frelsi og áhyggjuleysi hins innra manns. Ef ég geti nú byrjað lífið að nýju, myndi ég í senn keppa að bókmenntalegum frama og nafnleysi í einkalífi með því að gefa verk mín út undir dulnefni. Því ef lífið er í sjálfu sér heillandi, þá má nærri geta hvernig það er að lifa tvöföldu lífi.